komið sæl, ég heiti Birna og eins og kom fram tvítug, útskrifuð úr MR seinasta vor og ritstjóri og einn af stofnendum veftímaritsins Blær.is. Blær kom út í fyrsta skipti seinasta sumar og svona, við erum að reyna að brúa bilið á milli þess sem að maður með bara svona rit, þessi svona blaða prentrit og netmiðla. Kannski svona, já, það sem ég langar að tala mér langar að kannski að segja ykkur bara svona hvernig hugmyndin var til og hvernig hún þróaðist og hvernig gengur. Ég sem sagt var í MR og það var gaman, ekki út af náminu, ég fann mig ekki þar. Ég fann mig hins vegar mjög mikið í félagslífinu og tók virkan þátt í félagslífinu alveg frá því bara frá fyrsta degi. Og svona fór ég að pæla í þegar ég fara að nálgast útskrift og svona, ok, hvað ætla ég að gera? Og ég haldi áfram í námi, langar mig að fara að finna mér eitthvað skemmtilega vinnu. En ég var búin að ganga með í maganum þessa hugmynd það að stofna nýjan miðil fyrir fólk á aldrinum svona 18 til 30. Og því mér fannst það ekki vera neitt miðill sem var svona að sinna þessum aldurshópi nógu vel. Og ég fór svona einhvern veginn að hugsa þetta og bara svona pæla og spekulera og á endanum bara ákvæði, ok, ég ætla bara að gera þetta, veist, þetta verður ógeðslega gaman og bara, þú veist, bara svolítið svona stökka mér í eitthvað djúpulaugina. Og til þess fékk ég til liðs með mér þessa 5 hæfileikaríku einstaklinga og saman gáum við út Blæ 18. júní 2014. Mér finnst svona eftirhyggja hafa verið rosalega góð ákvörðun að leita ekki bara svona í minn innsta hring til að fá fólk til að gera þetta verkefni með mér. Ég held að það sé alveg mjög algengilegt að maður fari svona beint til þeirra sem eru næst manni, en ég gerði það ekki og ég fór bara svona að leita til þeirra sterkustu einstaklingan sem ég svona vissi en hafði aldrei sjálf verið í eitthvað svona persónulegu samstarfi við. Og þar að leiðandi varð verkefnið strax úr því að verða bara svona áhugaverkefni hjá einum vinahóp í það að verða svona mun meira pró. Og líka það varð einhvern veginn bara svona fjölbreyttari hópurinn, þannig að þú veist, þetta varð einhvern veginn sterkari fyrir vikið. Við tók bara rosalega langur svona brainstorm fundur, blaðið átti fyrst að heita Fókus og ég bara svona, guð minn góður, eins gott að hétta ekki, mér finnst það ógeðslega hallarlegt núna. Og hérna svona mindmap alls konar svona það sem okkur langaði að tala þetta svona, þegar við verðum orðin ógeðslega rík þá munum við selja þetta blað á eBay og já, það mun bara bjarga öllu. En þetta sem sagt bara svona, gerðum svona mindmap, bara hvað okkur langaði að tala og skrifum alls konar svona málefni og okkur svona mjög krúttlegt. Og það sem við gerðum líka var að fara að vera duglega að tala við fólk sem hefði gert svipaða hluti. Við bæði bara svona almenna útgáfustarfsemi og netútgáfustarfsemi. Og bæði hérna heima og líka úti í útlöndum. Og það var ótrúlega bara lærdómsríkt og við fengum rosa mikið jákvæð feedback og líka neikvæð feedback. Það kenndi okkur að vera ekki að hlusta of mikið á gamla kalla sem halda að þetta yrði bara eitthvað svona N1 kremablaðið út af því að það eru eiginlega bara stelpur sem eru á baku við þessa útgáfu. Þannig að það var svolítið gaman að svona, já, sýna þeim sem að hafa enga trú að þessu hvað virkilega við gætum gert. Fyrsta útgáfan var svolítið svona, mér finnst það rosalega erfitt að gefa út og byrja að gefa út af því að þú veist, ég var alltaf svona, ég ætla aðeins að fresta þessu, getum við ekki aðeins, þú veist, einhvern veginn, maður svona mikla fullkomnar ártu og svona erfitt að bara svona gera þetta og hún kom einhverja ákveðna dagsetningu en ég hugsaði, þú veist, við getum alltaf gert betur og einhvern veginn kannski líka bara svolítið svona berskjaldur á því að fara að setja eitthvað út sem þú ert búin að vinna svona ógeðslega lengi og leyfa einhvern veginn öllum að sjá og öllum að dæma. En það var rosa mikilvægt að við bara fórum bara strax í það að gefa út og hugsunin var svolítið bara að svo myndum við bara alltaf að reyna að bæta með hverri útgáfu. Þannig að við værum ekki að reyna að byggja eitthvað ógeðslega stóra útgáfu strax sem við gætum kannski aldrei fyllt eftir aftur. Þannig að þú veist, mér finnst það svona mjög raunsæ svona þróun á þessu og þetta alveg þekkt í svona startup heimi að bara gefa í rauninu hugmynda út sem fyrst og svo bara byrja, þú veist, jafnt og þétt að bæta og gefa nýja fítusa og við gerðum það bæði tæknilega séð. Þannig að þú veist, forritarinn og hönnuðurinn voru stöðugt að koma með nýjar útfærslur og svona alls konar svona litli hlutir sem komu bara svona, þú veist, þetta þurfti ekki að koma allt á einum tíma. Og ég held líka ef að maður of mikið að svona, með of mikla svona
fullkomnar ástu fyrir verkefninu sínu, þá getur það líka orðið því að það verður kannski bara aldrei að veruleika út því að það aldrei nógu fullkomið til þess að gefa það út á endanum. Síðan að við gáfum út, það hafa alltaf 95.000 einstakir notendur farið inn á síðuna og það sem að meira að meðaltími fólks á síðunni 2:50 sekundur, 2 mínútur og 50 sekundur. Og það var eiginlega þá sem að við uppgötuðum okkar sérstöðu sem miðill á Íslandi. Að auðvitað vildum við náttúrulega fá sem flesta inn, en hvað sem meira að fólk var virkilega að dvelja lengi með efninu. Þannig að við sáum að fólk var virkilega að lesa það sem að við vorum að skrifa og einhvern veginn að njóta þess sem að við höfum verið að vinna að. Og við vorum ekki að auglýsa okkur neitt frekar en bara á samfélagsmiðlum, þar sem að maður getur séð hérna að 36% af allra traffikinni sem kom inn á síðuna var allt inn frá samfélagsmiðlum og ég held að Facebook hafi verið það sem við notuðum mest. Þannig gátum við verið að tilkynna þegar við gáfum út nýjar útgáfur og greinarnar deildust þannig. En Twitter var líka mjög skemmtilegt, það var náttúrulega miklu meira spæk í kringum hverja einustu útgáfu en það dó kannski mikið frekar út af því að eitt cool á Twitter í dag en þú ert ekkert að fara að segja það á morgun, það er allir bara já ok, hvað annað nýtt sko. Og hérna bara einhverjar skemmtilegar milestones hérna í Twitter samfélaginu. Og hérna líka, já, þetta dæmi það við vorum að taka inn þessa litlu fítusa eins og leitin, hún kom ekki fyrir kannski í 7. útgáfu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við vorum ekki að stressa okkur of mikið á því að varan þyrfti að vera fullkomin bara alveg, frá byrjun. En síðan fórum við að hugsa, ok, þetta virka ógeðslega vel, við vorum bara flottur hópur, höfum ógeðslega mikinn áhuga á þessu, við vorum algjörlega í þessu sjálfboðastarfi, við vorum ekki að fá neitt pening út úr þessu, út af því að við hugsaum bara, ok, fyrst skulum við gera ótrúlega flotta síðu með góðu efni og síðan skulum við pæla í, hvernig við ætlum að fá tekjur á þessu. Og ég mjög fegin að við gerðum það út af því að þá einhvern veginn bara gátum við sett þessar peninga áhyggjur aðeins til hliðar og bara setja bara full force, bara gera góða vörur, bara byggja upp verðmæti. En þessi áhugi náttúrulega mjög takmarkað, hefur mjög takmarkaðan drifkraft, þannig að maður getur ekkert endalaust verið eitthvað að hugsa bara já þetta svo mikið ástríðuverkefni, ég tilbúin til að fórna lífið mínu, maður þarf náttúrulega líka bara að fá tekjur og geta lifað. Þannig að við fórum í mjög mikla pælingar hvert tekjumódelið væri og það var aðal spurningi sem við fengum þegar við vorum að gefa út bara en hvernig ætla að fá pening, hvernig ætla að græða. Og við ákveðum við viljum ekki hafa þessar típísku bannerauglýsingar sem eru á eins og vísi.is eða nútími.is, það sem að þú bara með auglýsingarnar á síðunni og aðalega, fyrir utan það náttúrulega það bara plássleysi, en aðalega út af því að það bara truflandi fyrir lesendur, þetta ekki fallegt, við erum að leggja á rosalega mikla áherslu á að hönnunina og að það sé mikil notenda upplifun, að þetta truflar rosalega mikið lesendur að hafa blikkandi bónusauglýsingu hliðina okkur mjög fallegri ljósmynd. Annað sem að ástæðan okkur við viljum ekki fara þessa banneraleið að hún svolítið háð þessu klikkbeiti, að þú sért með krassandi fyrirsögn til þess að ná fólki inn, til þess að geta sýnt fyrirtækjunum með auglýsingum að x margir hafi séð auglýsinguna, en við erum einhvern veginn ekki í því, við erum frekar í þessu longform greinum, þannig að það mót bara virkar einhvern veginn ekki fyrir blæ. En við erum eiginlega komið með bara tekjumódel núna, við höfum reyndir ekki, við erum ekki búin að prófa það, en við erum samt algjörlega búin að stúdera þetta og búin að vera rosalega lengi að pæla í bara öllum hlutum mögulegum. En þetta það plan sem ég held að við séum hvað mest ánægðir með og það byrjaði eiginlega á því að við fórum í sumar að gera grein Rosters sem á Kárastíg, uppáhaldskaffihúsið okkar og við fengum starfsmann þar til þess að koma kynna fyrir okkur alls konar mismunandi leiðir til að hella upp á kaffi. Aðalega bara út af því okkur fannst það bara mjög áhugavert og við vildum sjálf, læra að hella upp á kaffi. En það sýndi auðvitað líka kaffihúsið á mjög skemmtlan hátt. Og þau bara eftir að við gáfum út, þetta var það einn vinsælasta greinin okkar. Og fólk kom bara til þeirra og sagði bara þetta hefði virkilega haft bara mjög skemmtilega áhrif á þau og drifið þeim til þess að halda áfram að koma á þetta kaffihús. Og einnig komu líka önnur fyrirtæki sem voru að sýna áhuga á því að gera svipað hluti. Þannig að þarna hugsaðu við hefðum
eiginlega geta rukkað fyrir þessa grein, en við gerðum það ekki út af því þetta var bara fyrst og fremst eitthvað sem við vorum að gera út af áhuga. En það gat svona leið okkur að fara aðeins að hugsa meira út í hvað við getum gert, og eftir það kom samstarf við ljósmyndara sem heitir Baldur Kristjáns, og bara einn flottasti ljósmyndari á landinu. Hann hefði farið til Grænlands og heimsótt þessa fjölskyldu, íslensk fjölskylda sem var þar í ár, og samstarfið var í rauninni milli hans og 66 gráður norður. Þannig að þarna var svona önnur við vorum svona feta okkur áfram í þessari svona leið, hvernig væri hægt að græða pening, og þarna voru til dæmis allir, þú veist, hann þarna í 66 gráður norður úlpu, og svona myndefni var svona eins og, já, svona væri verið að sponsorað by 66 en ekki efnið. Og út frá þessu fórum við að pæli, ok, kannski þetta bara málið, að fara þessar, þannig að þú veist, við erum með útgáfur, 10 greinar og 1 eða 2 grein svokallað native eða keypt umfjöllun. Og fólk sérstaklega hérna heima hefur mjög neikvæða svona reynslu þegar þú segir keypt umfjöllun, það til dæmis bara stuðar blaðamenn, sko, það alveg bara það versta sem maður getur ímyndað, út af því að eina sem við hugsum bara eitthvað svona helgablaðið í fréttablaðinu, þú veist, einhver gamall maður sem tók eitthvað proaktiv og gat pissa betur eða eitthvað, þú veist, bara eitthvað svona ógeðslega óspennandi, mjög augljós keypt umfjöllun. En það ekki það sem við erum að pæla í. Við erum að pæla í bara að geta einhvern veginn sagt skemmtlar sögur og fengið fyrirtæki til að hjálpa okkur, og bara svona samstarf með fyrirtækjum. Og það sem skiptir auðvitað náttúrulega rosa miklu máli líka að lesendur viti samt alltaf hvaða greinar eru í samstarfi við fyrirtæki og hvað ekki. Þannig að, þú veist, in the end þá hefur lesendin alltaf valið. En við hugsum bara, ok, þetta gengur örugglega ekki fyrir alla, sko, fjölmiðla. Þetta myndi kannski ekki endilega ganga fyrir þá sem að tala, þú veist, bara eins og Fréttablaðið að fjalla bara það sem að gerast svolítið svona pólitík eða svoleiðis, stjórnmál. En það gæti vel virka fyrir blað eins og Blær, sem svona lífstílsblað. Og við reynum svolítið að hugsa bara, þú veist, þetta bara, við erum að gefa í rauninni okkar vinnu, okkar svona, þú veist, ástríðu, og fólk getur lesið og nálgast Blær bara allstaðar, mjög aðgengilegt og ókeypis, þannig að við vonumst til þess að fólk, þú veist, skilji það að 10% af efninu yrði einhverju samstarfi. En svo náttúrulega líka getur maður svolítið sett þetta í þann svona saman við bara venlegar auglýsingar, eins og til dæmis, ég man ekki hvort þið tókuð eftir auglýsingunni sem kom frá Iceland jólin, sem hét Heim jólin. Allavega ég fór að gráta út í mér, það var svo fallegt, og ég bara sýndi öllum og sér að öllum samfélagsmiðlum og fannst það bara geðveikt, og ég vissi alveg að það væri verið að selja mér eitthvað miða, en út af því að auglýsingina efni var það gott að það einhvern veginn skipti ekki máli. Og sama trúum við að við getum gert með greinar, við trúum því að við getum gert nógu góða greinar og að fólk treysti bara okkur nógu vel til þess að við séum ekki að reyna að, þú veist, einhvern veginn að plata lesendur. Það líka bara skiptir máli að þetta sé allt upp á borðinu, þannig að fólk viti bara nákvæmlega hver okkar stefna er. Síðan í haust þá tókum við inn fleiri penna og ljósmyndara út af því að margir okkur var að byrja aftur í skólanum og svoleiðis, og færðum okkur yfir í 1 mánaða tempó sem var svona vetratempó eða þannig, við komum alltaf út á 2 vikna fresti nefnilega í sumar, og það var eiginlega alveg frábært að sjá hvað Blær varð mikil svona stökkpallur fyrir ungt fólk sem hefur áhuga á að skrifa og taka myndir, og það einhvern veginn hvað við gætum svona ímynda okkur þetta sem einhvers konar svona plattform fyrir hæfileikaríkt ungt fólk sem hefur áhuga á þessum störfum. Við fengum, sem var alveg frábært, samfélagsstyrk frá Landsbankanum í sumar sem að hjálpa okkur að kofra þennan svona startkostnað, svona eins og bara hýsingu á síðunni og lén og font og annað. Og svo hefur við líka fengið verðlaun sem athyglisverðasti vefurinn árið 2014 hjá Íslensku vefverðlaunum. Við fengum verðlaun frá Grapevine, það sem sagt What we want to see more of in 2015, þannig að það svona mjög góð hvatning. Og fengum líka hönnunarverðlaun frá Feed sem var að gefa sem sagt bestu hönnunina á vef árið 2014 og bestu nemendaverðlaunin út af því að hún Júlía sem hönnuðurinn, hún sem sagt nemi í grafísku hönnun í LHÍ. Og já, það sem að ég kannski lærði mest af þessu
fyrir utan alltaf bara, þú veist, bara allt, eða þú veist, ferli bara að skrifa og vinna með fólki og svona. En ég held að það hefur bara verið ótrúlega mikilvægt að, út af því ég er ung og er bara að koma beint úr menntaskóla, það sem að, sem ég var að tala um, ég var mikið í félagslífinu þar og það sem er svona rosalega gott umhverfið, það sem er haldið utan þú veist, svona alls konar starfsemi, bæði fjárhagslega og bara, þú veist, með fólki í kringu þig sem er gaman að vinna með, að er ótrúlega mikilvægt að þú einhvern veginn náir að taka þetta umhverfi og búa það til sjálfur eftir menntaskóla. Að þú veist, þú farir bara sjálfur einhvern veginn að fylgja þínum eigin draumum. Og við erum rosalega heppin hérna heima á Íslandi að það er ótrúlega jákvætt fólk hérna. Þú veist, það við bara fengið jákvæða, bara jákvæða athygli út af þetta og bara almenn gróska í samfélaginu sem að gera það verkum að, þú veist, mann langar til þess að halda áfram. Og þrátt fyrir að þetta auðvitað, ég er ekki að segja að þetta hafi bara verið dans og rósum allan tíman, þá hefur þetta samt verið mun auðveldara og skemmtlegra en maður einhvern veginn heldur og það er svo oft sem maður fær góðar hugmyndir og heldur að það sé miklu erfiðara að framkvæma þær en þær er í raun og veru, sko. Þannig að já, ég held, ég maður eitthvað punktað hérna hjá mér, gaf hvert ég sé ekki örugglega búin með að segja það allt hérna. Jú, ég held það. Annars þá bara ef það er eitthvað spurningar líka, það var bara endilega skjóti á mig, annarkvort hér eða bara eftir á. Ok, ég segi bara takk fyrir.